Já, velkomin að Rauðaborðinu í viku skamt sem við köllum þetta. Þetta var heiti á pislunum hans Flosa Ólafssonar sem engin mann kannski lengur eftir þeim pislum. Þeir voru skemmtilega, þeir hétu vikuskamtur. Við notum þetta orð að við ætlum að fara yfir vikuna og til að hjálpa mér við það komin hingað góður hópur af fólki. Það Óðinn Jónsson sem blaðamaður, Hrönn Sveinsdóttir sem bíóstjóri, Benedikt Erlingsson sem leikstjóri og Íris Björg Ásgeirsdóttir sem stjórnmálafræðinemi. Við erum öll velkomin. Herðu, það er svona efnahagsmál og verðbólga og vextir sem eru að verða svona mál dagsins sem svona framhaldssaga sem gengur í gegnum alla fréttatíma og umræður. Ég veit ekki hvort að fólk að tala þetta í pottunum, en Óðinn að því þú nú elstur og manst eftir verðbólgunni. Já. Finnst þið gaman að fá hann aftur? Já, maður er allavega tilbúin í það, maður ólst upp í þetta og mann eftir umræðinu þá sem að höfðu forgangin að fjármagninu í bönkunum, menn voru svo heppnir, mér heldur bara veistlu eða fengur lán, gáttu dregið einhverja peninga út úr bankanum, út úr bankastjórunum, því að lánin brunnu. En núna neikvæðu vexti á akkurat, en núna svo gerist hann og þetta var allt sem að verðtryggt eins og við þekkjum nú heldur betur og þannig að staðan önnur nú bara forða sér allir frá lánastofnunum af því að lánin eru dýr á Íslandi og þessi umræða náttúrulega einhvern veginn þannig að fólk veit ekki hvað það á að halda þetta. Og þetta bara Ásgeir Jónsson sem bara gerir eitthvað reglubundið, hækkar einhverja stýrivexti og hann segist svolítið verið einn í þessu. Hann svolítið einn í þessu og eins og Alliant einn að glíma við fórinjuru fenjana. Akkurat hann lýsir eftir því að ríkisstjórnin gerir nú eitthvað meira og einhverjir aðrir gerir eitthvað meira og það talaði þjóðarsáttir og svona í gömlum stíl en það, svo umræða öll mjög grunn fyrir þykjumanni og ég var nú á fundi eða svona ráðstöfnu hinum yfir götuna það sem Ásgeir hljóp yfir götuna og ávarpaði fólk sem var að fjalla ferðaþjónustuna og hann svona hafði nú aðeins húmor fyrir sjálfum sér kallinn og sagðist nú hann hafði svona aðeins verið að huglega það hætta við að mæta á þennan fund en og sagðist vera orðinn óskaplega leiður og þannig að tene bröndurunum það var hann sem byrjaði með þá þannig að nú hann orðinn leiður á þeim og vonaðist nú til þess að ferðaþjónustan einmitt hjálpaði til við að loka viðskipta í gatinu í sumar. En það búið til þenslu líka. Svo það og þá streymir inn gjaldeyri, meiri gjaldeyri og það lokar kannski í viðskipta gatinu en þá færist krónan til og hann mun sjálfsagt kaupa bara gjaldeyri á móti til þess að jafna gengis sveiflurnar. En aðalega maður bara hissa á því að bara svona almennu borgari að maður einhvern veginn að bíða eftir því að ríkisstjórnin stígi inn í þetta með einhverjum hætti með einhverjum svona klassískum aðgerðum eitthvað sem að geta hægt á þessu og svo bíðum maður líka eftir því að það verði meiri umræða bara verðlagningu í landinu, hvaða hlut verslanir að taka, keðjurnar að taka, keðjur sem í eigu lífeyrissjóðanna. Samkeppniseftirlitið hefur bent á það vakandi okkur, álagningin hækka bara. Alveg klárlega. Hefur líka bent á þetta. Alveg klárlega, bara í Svíþjóð til dæmis er mikil umræða nákvæmlega þetta. Þar ofbýður menn miklu lægri tölur og ofbýður menn það og þar er mikil umræða það sé og mikil álægning, það sé okkur, það sé fákeppni og svo framvegis. Hvað megum við þá segja? Og verkalýðshreyfingin held ég gæti beitt sér meir í þessu, tala meir þetta, tala líka kannski bara meira gjaldmiðlamálin. Krónan er náttúrulega bara óskaplega erfið við að eiga í þessu skoppara grinnlega sem hún er. Hrönn, ert þú tím Ásgeir í baráttunni við verðbólguna? Ég veit ekkert í hvaða lið maður á að vera en ég er sammála Óðni með það mér fara að finnast eins og að það hljóta fara að draga til tíðinda af því að ég er alltaf að lendi því að fólk í kringum mig sem er ópólitískt a.k.a. styður framsókn eða eitthvað það er farið að ókýrast og þegar svoleiðis fólk er farið að ókýrast því aðgerðarleysið og þögn ríkisstjórnarinnar
og bara þetta endurtekna efni að Ásgeir enn einu sinni hækkar stýrivexti orðið bara óbærilegt og fólk finnur það. Sko, fólk á mínum aldrei nefnilega ekki eftir því, það brann aldrei neitt upp hjá verðtryggingin búin að vera síðan við erum fullorðin og mikið af fólki á mínum aldrei með óverðtryggð lána á breytilegum vöxtum. Jú, það tilkynningin hans núna 1%, það bara næstu 40.000 króna hærri greiðslubyrði. Já, þetta að verða óbærilegt og fyrir alla og líka bara hver einasta búðaferð orðin bara eins og eitthvað meiri háttar fjárhagsleg skuldbindning, eitt kvöldmatur og við vitum alveg þetta okkur, við vitum það öll og ég meina, ég að reka fyrirtæki og þessar launahækkanir starfsfólks náttúrulega bara sko, þessi umræða stöðuleikan og ábyrgðina á verðbólgunni í samfélaginu, við sjáum það sjálf að þeir sem að selja vörurnar að nota tækifærið og hækka 20%, miklu meira heldur en ástæða til. Ég að versla þjónustu af ræstingafyrirtæki sem að sendi mér reikning afturvirt fyrir þessum pínu litlu spórslum sem að þeirra ræstingafólk á að fá í kjarabætur. Ég fæ að borga það 100% afturvirt. Svo að þið sjáu bara hver að þarna hella á bálið og við erum með ríkisstjórn sem situr bara sem lömð og getur sig ekki hreyft og þykist ekki geta neitt og meira sér forsætisráðherra sem leyfi sér að koma í fréttir og hneykslast á ofurlaunum bara eins og ég myndi koma hingað til ykkar og hneykslast á því hvað starfsfólki í Bíóparadís var að gera og láta bara eins og ég væri svo yfir með hneykslu og ég get bara ekkert í þessu gert þegar hann í beinlinni stöðu til að leggja skatt á þessa aðila sem að borga sér og þetta sjálftaka eins og hann sagði nánast sjálfur og það eina sem að ríkisstjórnin getur gert ef það á ekki að velta þessu endalist út í verðlagið náttúrulega bara að nota skattkerfið skilurðu, ef að fyrirtæki ætlar að velta öllum kjarabótum fólks út í verðlagið þá verðum við náttúrulega bara að hækka skattleysismörk og við verðum að skattleggja þá sem að hafa efnaði. Það það eina sem hættir að gera ef þið ætla ekki að, þetta vandamál og það blasir við öllum. Hvað hættir að gera? Ég veit ekki hvort það hefur á byggingavísitölunni en hún kom í morgun og þar kemur þetta mitt fram að kostnaður innlendra framleiðslu hækkar mest miklu meiri en launin sem að meikar eitthvað sens. Ef það verður launin sem verður að keyra þetta áfram að þá ættu launin hækka mest. Já. Herðu, verðtryggða kynslóðin, Hrönn, hvaða kynslóðu þú? Já, ég náttúrulega líka alveg upp þennan verðbólgu draug, það sem leiðilegast við svona drauga að hann tók svo mikið pláss í allir umræðu, það var aldrei, maður talaði neitt annað en verðbólgu þegar ég var lítill og svo líka það sem svo interessant að hann nefnilega nákvæmlega það sem hann draugur, hann líka hugmynd, verðbólga, ég meina hún verður ekki til bara út af raunverulegum hækkunum eitthvað, hún verður líka til út af væntingum og ótta og skelfingu, af því að eins og þú spendir á, fólk hækkar eitthvað 20% eða bara 10% verðbólga og svo framvegis, og þegar við reiknum okkar verðbólgu út á það við fasteignaverð sem engin annar gerir í heiminum og það ekki venjulegt fólkina, eða við erum mjög fáir sem að kaupa fasteignir en að lifta upp verðbólgunni, þannig að þú veist, og leið og einhver segir að það þetta mikið verðbólga, þá hlaupa allir til og hækka, þannig að þetta líka draugur í þessum skilningi. Það líka, að samkeppnin bætir þetta ekkert upp, það bara hækkar einhver og bara hækka hinni líka. Ég meina, ekki það bara að setja Gunnar, viltu ekki setja verðlags lögreglu á? Ég meina, ekki að fara á eftir þessum sem hækkum 20% þegar það bara 10%. Ég meina, hvernig tekur stjórnmálafræðin á þessu? Ég meina, hagfræðin náttúrulega ekki vísindi þannig að þetta bara huglægt eins og leiklist, Já, en erum við föst í einhverju svoleiðsleikriti eins og hagfræðin sé raunveruleiki? Já, það ekki. Hún er bara, það verið að ráði í hegðun mannsins og væntingar og ótta og skelfingu mannsins og svo gera minn einhver líkun og reyna að ráði þetta og svo klikkar það eða ekki. Við erum mjög hættulegar verur. Ertu að tala voodoo economics? Já, þetta voodoo economics, Já, ok. Íris, þú ert fulltrúi ungu kynslóðurinn, hvað er hraunkynslóðin? Já, svona já og nei. Þú ert búin að vera bara frá því að þú manst eftir, ertu búin að heyra efnahagslegar hörmungar. Það frekar satt. Ég náttúrulega var bara 6-7 ára þegar hrauni gerðist. Svo ég Þú ert svo eina við borðið sem ekkert að kenna hrunið.
Þú ert saklaus. Ég alveg blásaklaus að þessu og þetta hefur einhvern veginn verið alltaf svona stór skuggi yfir manni, bara alltaf muni eftir hrauninu og ég man ekki persónulega eftir því en ég hef heyrt svo mikið hraunið að mér leiði bara eins og ég hafi verið þarna og kannski ég bara svolítið ung og vitlaus en fyrir mér hafandi ekki upplifað svona slæmt ástand áður þá finnst mér þetta bara svo einfalt okkur erum við ekki að gera meira okkur ríkisstjórnin ekki að stíga inn í eins og þau myndist á og mér finnst eins og það sé alltaf bara að vera að hendi í okkur verðbólgan alltaf að vera verri alltaf að hendi í okkur einhver stýrivextir að hækka það og breyta þessu og ekkert breytist Nei. Hefur eitthvað trú að því að Ásgeiri takist að stoppa verðbólguna með stýrivextum? Ég hef enga trú því en er þetta vopnið sem að bankin hefur Já, hann virðist bara vera alveg einn í þessu máli og það getur engin álás á honum eða bankan fyrir það að beita þessu vopni per se sko, en það þarf meira að koma til augljóslega. Íris, trúið þú því að Ásgeir muni stoppa verðbólguna með stýrivextum? Hvort að hann muni gera stýrivextin sjálfur ef hann fer með stýrivextina bara upp í 50% þá muni verðbólgan löpi burtu ég veit ég er stjórnmálafræðinemi ekki hagfræðinemi svo ég get ekki komið einhverjar rosa góðar ástæður en útfræðið sem ég veit þá ætla ég að segja nei, ég hef ekki trúið því Geta menn eftir bara að tala verðbólguna niður búa bara til svona það er aldrei gaman að velta fyrir sér sko, hvað menn eiga við þegar við erum að tala sko, að þú vísar í að maður sé gamall sko, við munum og þú manst þetta líka ekki af því að þú ert nú ekkert mikið yngri sko. Það var þetta með þjóðarsáttina sko, þessi eina stóra þegar svona kallar með jakkafötum með bindi sko, rókuðu sig af í rúbrauðsgerðinni og á löngum fundum og byggu til þjóðarsátt en þjóðin var svo sem ekki spurð sérstaklega það sko, en hún var bara gerð og hvað með þá að tala núna? Hverju að vera við borðum? Ég vona að tala einhver aðra þjóð en þess að kalla því að þessi þjóðarsáttin þótt að hún hafi verið mærð af því að þessi kalla með bindi hafa ráðið svolítið sögunni að þá held ég að sko dómur söguna sé að versna hana því það sem gerðist þar var náttúrulega að launafólk var látið éta verðbólguna Ég var til á þessum árum fyrstu Davíðsárin þá var bara hálfgerð kreppa það var bara ekki fyrir 95 eða 96 sem að fór að sjá til sólar það kom bara það voru mjög erfiði tímir atvinnuleysið kom eiginlega fyrst til Reykjavíkur að einhverjum krafti það var mjög slæmu tími það sem var bara verðbólgan var bara tróðið ofan í kokið á launafólki Já, var ekki þá svona bylgja af fólki sem flutt til Noregs eins og í Noregs, Danmörkur, mikið í hrunnu, þá flutti fólk að því að þetta var bara óbærilegt Næstu áriðin eftir voru mjög erfið ég var fréttamaður í Danmörku þá og fór í lítið sjávarþorp á Jótlandi Hanstholm, gerði mynd stutta mynd og var svo djarfurlátt hann að heita þar sem daglaunin duga svona Íslendingur að stuðla titilinn sko ég fekk á mig bara fúla gagnrýni frá Íslandi sko, frá ráðamönnum sko að ég væri svona landsölumaður og væri að hvetja fólk til að flytja úr landi því þarna talaði bara við verkafólk sem vann 6-7-8 tíma og mærði þetta nýja líf og þetta var bara svona eins og að keyra niður að Rifi eða Ólasvík eða eitthvað svona lítið pláss á Jótlandi, alveg nýst á Jótlandi og svo var fólk í frystihúsinu og þarna töluðu íslenska bara í annarri hverju götu og fólkið var allsælt ég veit ekki hvað varðum þetta fólk síðan en hef ekki fylgst með því en þarna sá fólk munin þetta er bara 94-5 Ég man að eftir hrun þá fór ég upp eftir strönd Noregs og bara til þess að hafa eitthvað að gera þá setti ég alltaf á Facebook býr Íslendingur hér staðum sem var að koma næst og talaði við mikið Íslendingum og það var nákvæmlega sama sem að maður heyrði þar að fólk svona þegar það var búið átt að segja á því að hvað trist manni þegar maður var að tala við maður, þá byrjaði að segja sko ég var búin að vera hérna kannski 2-3 mánuð, þá velti ég fyrir mér hvaða þræla kista er Íslandi eiginlega, þú veist, fyrir hvern er það samfélag hérna, þú veist, getum við átt börn hérna getum ég bara unnið dagvinnuna mína og lifað þokkalegu lífi Já, og eignast húsnæði bara á þínum líftíma og ég veit að maður spyr sig, þú veist, hvaða ógulega sveikamilla er þetta? Já, það var mér þess að
mikið hreyfing sem barðist fyrir því á sínum tíma að við gengjum inn í Noreg. Það var áhrifin af þessu. Já. Það er ekki árartur af því, þú viltu koma okkur inn í Noreg. En þeir eru nú ekki allsælir verkafólkið er nú ekki allsælt þessa dagana í Danmörku eða Noregi eða í þessum löndum sko vegna hækkana á orkureikningunum sko. En það er þessi svona hugmynd Íslendinga eða þú veist þeir eru losna út úr hamstrahjólinu. Þið kannast við þetta. En í Skandinavíu, í Noregi og annars staðar, þá er ríkið að niðurgreiða orkuverð til almennings af því að ríkið á ennþá meir en 70% af virkinum og orkuframleiðslunni. Það væri, ef við værum í þessari stöðu, ef við værum svona tengt í markaðinn, þá væri löngu búið að engavæða allt hér og við værum öll að borga 250.000 á mánuði í rafmagnsreikning og ríkið væri ekkert að niðurgreiða það því að þeir hefðu ekki efnaði því að þeir ætti ekki orkuna. Það væri nú einhver búin að finna einhverja agalega einhverja svona snild út af því. Það er beinandi, en þetta hlutverk þetta er áhugavert að Ásgeir kemur fram og heldur blaðamannafund og segist einhvern veginn að vera einn að glíma við skepnuna. Þetta er eiginlega eins og úr einhverju skaldverki. Já. Þú þekkir innleik svo vel. Já, þetta er innleikur. Þetta er hetjusa. Já. Nei, en ég minna að það er þetta stórkostlega vandamál í að þetta er eina hagstjórnartækið, ekki? Sem menn hafa beinlis og svo er þetta að tala niður verðbólgun. Ég minna þjóðarsáttin, hvað snerist hún það? Búið til móral meðal þeirra sem höfðu valdið til að leggja á og þannig þeir fylgdust með hverjum öðrum og skömmuðu hvern annan og svona stoppuðu sig af að hlaupa til og vera hrættir og leggja minna á en annars. Þetta er náttúrulega bara hugmynd. Þetta er bara stemning sem verið að búa til. En var þjóðarsáttin, var hún bara svona, þú veist eins og fyrirtæki í dag tala bara siðferðilega ábyrgð, svona, þú veist, eitthvað algjörlega bara óskilgreint. Nei, það voru barðið niður sko aðrar kröfur, semst bara eins og ríkisstarfsmenn og aðra, ég var nú í þeim hópi sko, það var bara barðið niður sko að við fengum ekki þær hækkanir sem stóðu til að við fengjum og svo. Já, þannig að ríkisvaldið hefur þó allavega tækið þess að glíma við verkalýðin, skilur við, stoppað hans hækkanir, en það hefur ekki tækið til þess að stoppa markaðin. Nei, það er alltaf bara orðin og þar verður bara að tala þá til og búið til móral og eitthvað svona þannig að það er svo lamað að þessu leyti þegar þetta hleypur á stað þetta höfrungalöp. Það var þannig að verkalýðurinn sótti launahækkanir og þá var gengið fellt til þess að fyrirtækin gætu borgað þyrftu nýju launin með jaftmiklu áreynslu og áður. Með því að verkalýðurinn bara gleypti verðbólguna og sótti ekki bætur í þjóðarsáttinni að þá hættu gengisfellingarnar og það var vígsluverkunin dettur út sko. Þannig að það verður miklu minni gengisfellingar frá þjóðarsáttinni. En þá náttúrulega kostuðu hlutin það sama frá einu mánuði til annars svona í ákveðin tíma sko. Íris, að því þú stæðstu framtíðina, hvað nú erum við að tala Ísland svona sem þrælakistu og svona, hvað? Við gamla fólki hérna. How do you like Iceland? How do you like Iceland? How do you like Iceland? Þetta læti mér virkilega hlaka til, en mér finnst það bara mjög rétt hjá ykkur, af því það er bara staðan eins og hún er í dag og núna til dæmis þegar ég er að hugsa að kaupa með fasteign og hvað ég gera og vinnan þannig, þá er Ísland og íslenska markaðurinn ekkert sérstaklega spennandi. Þá er bara draumurinn að flytja út og hvort að Skandinavía sé ennþá einhver paradís, ég veit það ekki, en það er bara svona, er einhvern veginn svo ómögulegt að vinna inn í þessu kerfi sem nú þegar bara brotið, þú veist, maður getur farið og krafiðist betri launa og gert eitthvað en síðan kemur verðbólga og síðan kemur þetta og það er alltaf bara verið að berjast eitthvað, alltaf einhverju að rífast en staðan er alltaf jafn slæm. Hvað á maður þá að gera? Ég hlakka ekki til að vinna í þrælakistunni að eilífu. Og eignast aldrei íbúðina þína. Eignast aldrei íbúðina mína. Ef þú ert sko heppin að komast einhvern tímann inn á íbúðan Ég mun eiga 5 samleigendur og meðleigendur og hvað sem heitir og aldrei geta borgað neitt. En það er náttúrulega hluti af vandanum núna sko, það er allar vanrækslu syndina sko og eyðileggingin á íbúðakerfinu og öllu þessu sem á svona hvað lítið hefur verið lagt hlutfallslega í heilbrigðiskerfið, það hefur bara verið látið grotna niður svona hægt og bítandi og menn hafa ekki vaxið með vaxandi mannfjölda hérna
og svo þegar við fáum á okkur þrýstingu undanfrá þá náttúrulega virka þessi kerfi ekkert sko, sem gætu tekið við þeim sem illa væru staddir, til dæmis húsnæðiskerfi og svo framvegis. Og ég býnur bara sjálfur í nýbyggingahverfi og maður sér einhvern veginn verktaka ræðið er svo ofboðslegt og þetta er náttúrulega mesta félagsfræði tilraun sem ég hef held sjálfur mér út í sko, bara ævina sko, að fara úr svona killátu útkverfi í svona nýbyggingahverfi og það sem að maður býður bara eftir að alltaf borgin ekki að gera neitt alltaf er ekki einhver fulltrúi almannavaldsins sem að fylgist með því að það sé lokað hér og það sé tryggt öryggi íbúana það sé, það er alltaf verið að grafa sömu skurðina aftur og einhvern veginn og þeir bara svona rífa kjaft sko ef að íbúanir eru með einhverja spurningar eða athugasemdir. Kannski þú verðbólgan, kannski er jákvæðin hlutinu ef hún býtir góða kreppu og stoppar þessa þenslu sko og stoppar hagvöxt og stoppar þessa neyslu og minnkar þar með kolefnissporið og lengir þar með líf okkar. Og verðbólga er merkt þenslu. Já, það er bara málið það sem skrítið akkur það kemur ekki sko góð kreppa draga úr þessari neyslu. Þú nýtur því betur í kreppu. Það er svo miklu peningar hjá fyrirtækinum. Þau eru að springa, bankarnir eru að springa, það er ofurhagnaður hjá stórum fyrirtækjum, en mér er svo merkilegt þegar við tölum þessi grundvallar svona atriði í lífinu eins og að eiga þakka yfir höfuðið. Það er svona það er svona stærsta sem við kaupum okkur á æfinni og þurfum að gera það eða leigja. En ég var einmitt að tala við vinn minn þegar við fluttum frá New York ég og maðurinn minn árið 2007 þá keyptum við okkur íbúð hérna í Íslandi rétt fyrir hrun. Gaman. En sko meira segja í landi eins og Bandaríkjunum sem enginn myndi tala sem nokkurs konar velferðar heldur upp algjört markaðshyggju frjálshyggju ríki þá var ég að ræða við hann daginn þennan vinn minn sem keypti sér akkurat íbúð þegar við fluttum. Hann keypti sér í svona co-op, í svona blokk og hann er búin að eiga hana fullu í nokkur ár. Þetta er ekki hátekjumaður, þetta er lágtekjumaður. Hann eignaðist íbúðuna fullu, búin að selja hana og kaupa sér eitthvað ódýra. Mér fannst þetta bara svo magnaða því að sko Bandaríkin eru erfitt frjálshyggju ríki. Þetta sko, ég veit ekki hvað við erum langt frá því að Svo sumarleyfi við liðum á Íslandi. Já. Ísland er samt ekkert að senda frábær skilaboð til unga fólksins til það vil koma út í lífið. Háskólinn ætlaði til þess að hækka skrásetningargjöldin sem betur fyrir að búa að falla frá því. Fasteignamarkaðurinn hræðilegur. Það er bara svona leigumarkaðurinn svakalegur. Ef þú ert á námslánum þá getur ekki, þá færðu bara námslán fyrir húsaleigunni og þarf bara í þetta rík. Og ef þú vinnur á sumrin þá skerðast bæturnar. Svo þú veist, hvað eigum við að gera? Þið talaðu að þetta hafi verið slæmt þarna, þetta er alveg slæmt núna. Ísland er heldur ekki paradís. Miklu verða fyrir það verið bent á það núna í þessari viku að fólk sem tekur námslán, það er helmingi færri núna heldur fyrir 10 árum. Þannig að námslánakerfið sem var til þegar þeir voru yngri, sem var þau jöfnunar til þess að tryggja það allir hefðu aðgang að menntun, það er eiginlega fallið. Og enginn ræddi það, bara hún var að skrifa þetta, hún Alexandra Ýr van Erden núna í vikunni, ég kom mér óvart. Kemur þetta ekki ykkur óvart? Jú. Bæði og sko, helmingi færri sem er á námslánu núna heldur fyrir 10 árum. Vá, og það eru miklu fleiri sem eru í námi. Já, líklega. Og ástæðan er meðal annars það sem Íris er að segja, ef þú veist að þú getur ekki lifað námslánu þá verður það að vinna við sumarið og þá vinnur þú mikið þannig að þú fær ekki námslánu. Þessar fréttir koma mér til dæmis alveg 0 á óvart. Ég get ekki hugsað mér að taka námslán, það er bara búið að hræða mann frá því það er svo margir ókostir. Ég hef full að trúa að þetta kerfi hafi verið sett upp í góðri von að bæta aðgengi að námi, en í raun og veru þetta núna bara einhvers konar gildra. Já. Ég get ekki hugsað mér að festa mig sjálfur í þessari gildru. Og allt sem maður heyrir hennar sjóð er svo svakalega fjandsamlegt skjólstæðingum þess. Þau eiga að vera að þjóna einhverjum hópi, en allt sem maður heyrir sjóðin er svona eins og þessi stríði við einhverjar afætur sem þeir þurfa, þú veist, þeir voru að heyrða íbúð af eldri borgara og allt þetta og þeir útvista innheimtunni til enga aðila sem að fá hærri prósentur eftir hvað þeir ná að kreista mikið út úr fólki sem á ekkert. Og hann á að standa undir sér, þannig að ef að Íris taki námslán, þá á vaxtagreiðslurnar hennar að tryggja það að börnin þín geti farið í nám. Þannig að þetta
þetta hugmyndir svo að sjóðurinn sko að námsfólki standi undir sjóðunum og þeim sem að deyja og geta ekki borgað og falla niður og kostnaðinu við rekan og að námsmennin sjálfur borgið þetta bara. Já, þetta er ekki samfélagi. Þetta er ekki svo heilbrigðiskerfi eða eitthvað sem við erum að viðhalda til að bæta samfélagið. Þetta ásemst að bera sig sjálft, alveg svo almenningssamgöngur. Það gengur svo vel nefnilega. Já, þetta er undarleg hugmyndafræði. Það er margt svona í samfélaginu. Þú nefndir húsnæðiskerfið, vaxtabótakerfið er eiginlega ónýtt. Já, það er bara þannig. Og það tekur svona meðaltekjumann bara alla starfsæfina sé nánast óhætt að segja að eignast húsnæði sitt svona meðaltekjumann hann er, hvað er hann, 30-40 ára vinna fyrir þessu og hvað er hann búin að borga íbúðin oft með vöxtum Það er 3,5 sinni Herðu, það er annað mál sem að kom upp í vikunni sem hafi verið síðan haust. Það voru kröfur foreldra á borgina fyrst og fremst leikskólapláss fyrir 12 mánaða gömul börn. Já. Hvað segir það? Mér er aldrei leið eins og ég sé jafn hæf að ræða málefni. Ég er reyndar á ekki á leikskóla núna, það er nú ekki langt síðan, en það eins og ég skil þetta, þá er búið að skilgreina leikskólan sem fyrsta stig menntunar og það þýðir að það er hæft fólk, við erum ekki bara með þennan og hinn að passa eins og þetta voru gæsluvellir eins og svona, nei, nú á fólk að hafa háskólapróf og það á að vera með mastersgráðu til að sinna þessu starfi eða minnst átti B.A.gráðu, þetta er 5 ára nám í kennaraháskóla. Já, launin eru hræðileg miðað við hvað þú hefur þurft að leggja á þau með tilheyrandi kostnaði í námslán eða hafa sjá fyrir þér meðan þú varst í námi svo að það blasir við mér á þess að ég hafi skoðað þetta mikið er að þú getur ekki lofað öllum börnum frá 12 mánaða aldrei þessi pláss ef að það er ekki búið að búa til viðandi aðstæður þar sem að er þetta menntaða fólk er að vinna og fólk sækist eftir því að vinna í þessu. Það vantar samt fólk og fólk sækir samt ekkert endilega í þetta starf einmitt að því að það veit að það þarf að fara í 5-6 ára nám, háskólagráðuna. Já, byrjunarlaunin eru 600.000. Einmitt, launin þarna. Hvernig á það að draga fólk á? Þetta er hópur sem þarf virkilega, nú er ég ekki foreldri og engin börn, en bara að hugsa að senda fólk þarna, því það er ástæði að fara í nám. Þetta er ekki barnapía, þetta er ekki ég 16 ára að passa fyrir nágranna minn. Nei. Þetta er fólk sem hefur lært fræði og er að veita þess að sér þekkingu, þetta eru kennarar. Og það eru 2-falt fleiri starfsmenn á 12 mánaða barn heldur en 6 ára til dæmis. Þetta kerfi var ekki hugsað til enda þá virðist vera einhvern veginn að hækka kröfunar á menntunni en einhvern veginn láta launin ekki fylgja og svo einhvern veginn strandar kerfið. Og svo lofaru öllum að allir komist að og eins og þetta snúist bara að byggja einhver hús. Svolítið svo Landspítalinn, það snýst bara húsið. Ég var að segja, ég var svolítið imponeraður yfir aðferðafræði mótmælana, þetta er náttúrulega endurtekið efni, þetta er annars skipti sem við taka þarna á hús, þetta er hústaka og hvað hún virtist vera effektív fyrst, hvernig stjórnmálamennir voru alveg skjálfandi á beinunum og lofuðu öllu fögru og allt ínu var þessu búið að kipa þessu í liðin, þetta var svo flott sjónvarsefni, lítil börn og mæður og feður þarna inn í ráðhúsinu og stjórnmálin réðu ekkert við þetta og alveg lögðust flött og svo kemur þetta fólk bara aftur þegar emdirnar eru ekki réttar. Það er verra ástand núna. Og þetta finnst mér vera samtakamátur og jú, gefum þeim plús fyrir það en svo að því að ég er náttúrulega ekki bara svona félagshyggjumaður eins og þú, Gunnar, þá var ég svo mikill einstaklingshyggjumaður líka að ég fer að hugsa hérna barnaheimilið Ós sem var svona þar tóku foreldrar sig sjálfur saman í gamla daga. Svo saga er þessi merkileg. Nei, ég var reyndar aldrei svo heppinn að komast á Ós en ég á marga vini sem voru á Ós og það er mjög merkileg saga samtakamátt og félagsþroska og fólk sem bara bjóð sér til sitt eigið barnaheimili og ég veit ekki, þetta er eitthvað sem mætti kannski koma inn í umræðuna hvernig þetta var gert og Sko, þetta með foreldrareiki það þýðir bara foreldrarnir skiptast á að þvo tuskur og svona. Já. Þeir ráku stofnununa en þau voru ekki sjálfa að vinna þau þurftu að ráða þetta háskólamenntaða fólk ég veit ekki hvort það voru allir háskólamenntaðir en staðan þá var þannig að það fekk engin dagvist nema einstæði foreldrar og námsmenn en þetta var hjónafólk
og byggði Ós Já, sem er á Bergstaðstræti. Ég er að þessa kynslu að hafa verið Það er merkibúskapur. Bergþórugötur. Já. Ég er að þeirri kynslu að vera með börn sko á 9. og 10. áratugnum sko og þetta var bara hlaup milli dagforeldra sko. Bara dagmamman hér og dagmamman hinn sko. Og alveg skelfilegt sko. Það var komið fólk hingað til mín sem við sagt að við ættum ekki að stefna að því að hafa leikskólað fyrir öll 12 manna gömul börn. Heldur ættum við að lengja fæðingarorlofið í 2 ár. Og auðvitað verið sumir sem að færi með börnin á þetta ætti ekki að vera svona algild regla. Og vandamáli er umverulega eins og kemur fram í viðtölunum við foreldrana að þau verða að komast út á vinnumarkaðinn að því það er ekki hægt að lifa af einum launadjekk og nú er fæðingarorlofið búið og þá komaðu bara með barnið og rétta DIB að því ég verða að fara að vinna annars missum við húsnæðið. Og kannski er sko lausnin ekki endilega að byggja sko leikskóluna heldur að lengja fæðingarorlofið, búa til meiri aðlugun á vinnumarkaðnum. Það er í Svíþjóð þannig, ég held að sé alveg upp til 12 ára aldurs, þar sem að fólk getur krafist þess að vera í hlutastarfi af því að á börn. Af því að þá er það litið þannig að þú þarft að vinna, svo þetta eiga eitthvað félagslíf til þess að endurnæra það sjálfa þig og svo þetta að sofa og svo kemur barnvinn í þetta. Og ef að vinnumarkaður segir nei, við ætlum að taka alla þess 8 tíma sem við eigum og gefum ekkert eftir, að þá annarkvort tekur barnið af við svefntíman eða frítíman eða þið veitir það því á börn. En það hafa ekki allir efn á því að vera í hlutastarfi. Nei, þá verður þeir sem ráða fólki vinnu verða að gera ráð fyrir því að vinnuaflið eignast börn. Já, og það er mikilvægt að það sé hlúða börnunum. Já, þannig að þá verður þú að því að þú átt barn og það er mikilvægt fyrir samfélagið. Þá er þú að fullu launum þó þú setja 70% vinnu. En þetta er líka annar hluti þessar umræðu, hversu, ég þekki þetta sem voruð, hversu sárt og erfitt getur verið að manni finnst það oft ótímabært að láta barn til dagforeldris eða leikskóla og snemma og einhvers staðar er eðlis hvöt í manni að maður vill það ekki og það, maður gerir það ekki og barnið vill það alls ekki og maður gerir allt til þess að hafa tíma sem styrstan og þannig að það er einhver instinkt þarna í okkur og það er verið að binda mjög sterk bönd og leggja stóran grunn og þetta er svona önnur hugmynd einu sinni í gamla daga eða ekkert fyrir löngu síðan þá heldum við að barnaheimil og vöggustofu veru lausn allra mála. Ég meina Halldór okkar Laxness talaði mjög heitt fyrir vöggustofum sem væri bara upp af kvenfrelsis og okkur framvegis. Hann var kannski ekki þarna velmenntaður í þessum málum á þessum tíma þó hann hefði verið klár í mörgu. Það væri mikla sanngirnisbætur sem að þyrfti að borga ef hann hefði ekki ráða. Já, ef hann hefði fengið að ráða. En sko þannig að það er annar hlutur í þessu, þannig að það er eins og við höfum ekkert lausnina á þessari gildru, annars vegar eins og þú segir að vera frjálsmanniski og vinna fyrir sér og hins vegar að ala upp börnin sín og koma þeim vel á legg. Þarna er einhver árakstur í okkar kerfi og það að flýta að gera búið til leikskóla þar sem tekur við 6 mánaða börnum eða 12 mánaða börnum með menntuðu fólki er kannski ekki alveg lausnin. Já, ég varast eins og það að kallarnir íti þessu frá sér að því að þeir eru á hærri launum eða fólk sem að vinnur listafólk og einyrkjar og alls konar sem er ekki, þú veist, það var svo erfitt að fá þetta helvítis fæðingarólof ef þú ert verktaki.